Konfúsíusarstofnunin Norðurljós á Íslandi hóf starfsemi árið 2008. Hún var stofnuð í samstarfi Háskóla Íslands, Ningbo háskóla og Hanban, höfuðstöðva Konfúsíusarstofnana í Peking. Stofnunin hefur vaxið og dafnað í þessu fámenna og fagra landi og tekst nú á við margs konar verkefni. Stofnunin hefur aðsetur í Háskóla Íslands og starfsemin fer að mestu fram við þennan elsta og virtasta háskóla landsins. Samstarfi við Hanban og Ningbo hefur verið mjög gjöfult og við erum auðvitað mjög þakklátt og mikill heiður fyrir okkur að hafa Konfúsíusarstofnun innan vébanda Háskóla Íslands og það er auðvitað ómetanlegt að hafa fengið kennara hingað í gegnum Hanban, hafa reynst ákaflega vel og mikilvægt varðandi kennslu. Ningbo er mjög dýrmætur samstarfsaðili og þangað hafa nemendur farið frá okkur eftir að hafa lært hér og það er auðvitað mjög ákjósanlegt að nemendur hafi tækifæri til að fara og læra tungumálið í landinu og fá tilfinningu fyrir menningunni frá fyrstu hendi. Það skiptir mjög miklu máli. Konfúsíusarstofnunin Norðurljós er samstarfsverkefni Háskóla Íslands, Ningbo háskóla og Hanban og við erum mjög ánægð með hvernig það samstarf hefur gengið. Við erum sérstaklega ánægð með það hvað við höfum fengið góða og hæfa kennara frá Ningbo háskóla. Það er náttúrulega grunninn okkar starfi, byggist á því. Og síðan erum við einstaklega ánægð með samstarf okkar við Háskóla Íslands. Háskólinn hefur stutt okkur að fremsta megni og við höfum aldrei notið annars en velvilja í okkar garð hvaðan sem er úr háskólanum. Þannig að það er ómetanlegur stuðningur. Já, Konfúsíusarstofnunin hefur að segja má tvíþætt hlutverk í megindráttum. Hún er hluti af kínversku náminu hjá okkur, hún styður við það og það er alveg ljóst að við gætum ekki boðið upp á þetta nám í kínverskum fræðum ef ekki væri fyrir tilstilli stofnunarinnar og fáum hingað kennara á þeirra vegum en jafnframt er hún í raun og veru menningarstofnun sem snýr út á við, út í samfélagið og mér finnst það mjög ánægjulegt að hún skuli eiga heimili sitt í okkur og þjóna öðrum héðan. Það er í samræmi við mína hugsun háskólann sem stofnun sem þjónar öllu samfélaginu. Kennsla í kínverskum fræðum við Háskóla Íslands hefur lengst af verið eitt af megin viðfangsefnum stofnunarinnar. Kínversk fræði hafa verið kennd við Háskóla Íslands núna síðan 2007. Þau byggja sjálfsögðu mjög mikið á tungumálakennslu, eðlilega, vegna þess að allflestir nemendur sem að koma inn í þau fræði hafa engan bakgrunn í kínversku. Þar af leiðandi er mjög mikilvægt að leggja gríðarlega áherslu á stíft tungumálanám svo að nemendur nái tiltölulega góðum tökum á málinu á stuttum tíma. En jafnframt er lögð gríðarleg áherslu á það að þeir fái góðan fræðilegan bakgrunn á ýmsum sviðum, menningar og samfélags og þess vegna eru kennd reglulega námskeið í kínverskri sögu. Samtíma menningu þá er sérstaklega farið yfir þær miklu breytingar sem að Kína hefur gengið í gegnum á undanförnum 30–40 árum. En að auki ýmis valnámskeið í kínverskum stjórnmálum, efnahagsmálum, heimspeki, trúarbrögðum, kvikmyndum, bókmenntum og svo framvegis. Og að öllu jöfnu er gert ráð fyrir því að nemendur taki síðan 3. árið í Kína, taki þá heilt ár í mjög stífu kínverskunámi og allflestir eftir slíkt nám eru komnir með tiltölulega góð tök bæði á kínversku og hafa nokkuð góða fræðilega þekkingu á kínverskri menningu og samfélagsmynstrum. Djúpsteiktur svartfiskur, rækjur og eitthvað. Konfúsíusarstofnunin hefur núna verið starfrækt í nokkur ár og við erum komin með ákveðinn grunn og sem við getum byggt á. Mínar hugmyndir varðandi framtíðina er svo að stofnunin muni fara meira út í samfélagið,
bjóða bæði upp á kennslu í kínversku og kynna kínverska menningu allt samfélagið. Þannig að stofnunin verður bara þekkt allt samfélagið sem stofnun sem í þessu hlutverki. 从过去只有大学的教学，到现在就是继续教育学院、中学还有国际小学，我们在各个层面上都展开了汉语的教学。冰岛孔子学院的这个影响力日渐扩大。在这个中国大使馆，还有就是华人协会，还有这中冰友好协会等单位的帮助下，我们的影响力呢在逐步的扩大。 我们现在举办的大型活动，越来越多的冰岛人都特别喜欢参加。Með kínverskunni kemur auðvitað heill heimur, menningarheimur sem teygir sig langt aftur í aldir og býr yfir ýmsum verðmætum. En jafnframt fáum við aðgang að samtímanum í Kína og aukinn skilning á því sem að gerast hjá þessari fjölmennu þjóð sem að allir eru sammála eigi eftir að leika stórt hlutverk á veraldarsviðinu. En það mikilvægt að vita þennan heim, eiga fólk sem hefur greiðan aðgang að honum. Fyrir utan hefðbundið nám í kínverskum fræðum sem stofnunin stendur var námsleið í viðskiptakínversku nýverið sett á fót. Þessari nýju námsleið hefur verið mjög vel tekið og hefur fjöldi nemenda valið námið. Ég tel að nám í viðskiptakínversku sé mjög gagnlegt fyrir þá sem það stunda. Kína í dag næststærsta hagkerfi heimsins og ég spái því að innan 20 ára verður Kína stærsta hagkerfi heimsins. Og það alveg sérstaklega verðmætt fyrir Íslending að kunna kínversku, þekkja til viðskiptafræða, hafa búið í Kína sem námsmaður. Þetta fólk mun eiga auðvelt með að fá vinnu hvar sem í heiminum. Því að það mikill áhugi út allan heim á viðskiptum við Kína í dag og ef eitthvað þá sá áhugi eftir að aukast í framtíðinni. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á kínversku. Bæði þá táknunum, því að mér fannst það alltaf rosalega falleg og heilluð mig. En svo var líka þessi langa menningarsaga sem Kínverjar búa að, sem mér fannst mjög spennandi og skemmtileg. Í tímum tölum við kínversku og þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að mæta í alla tímana vegna þess að þá færðu þjálfun í tungumálinu. En einnig það sem er svo gaman yfir annirnar það að það svo mikið í gangi og til dæmis við erum oft við hittum þá kínversku skiptinefna sem eru líka hérna og fáum að kynnast þeim. Svo erum við núna að fara til Ningbo í maí og sjálfsögðu á síðasta árinu fyrir út til Kína og við erum þar í ár, svo það kýtlar mikið að fara þangað. Þrátt fyrir að kennsla í kínversku sé mjög mikilvægur hluti af starfseminni gerir stofnunin fjölmargt annað. Þar má helst nefna skipulagningu ýmissa viðburða jafnt innan sem utan veggja Háskóla Íslands. Fyrir utan kínverskunám þá stendur stofnunin fyrir ýmsum viðburðum eins og kvikmyndasýningum, hátíðum og fyrirlestrum. Hvað hátíðir varðar ber helst að nefna kínversku nýárshátíðina sem haldin í Háskóla Íslands á hverju ári. Þá erum við að halda upp á kínverska nýárið sem ekki alveg á sama tíma og við erum vön. Það sem sagt á bilinu frá miðjum janúar fram í miðjan febrúar. Og þá erum við með skemmtidagskrá í háskólanum. Hátíðin yfirleitt vel sótt. Fáum til okkar fjölda gesta sem koma og njóta tónlistaratriða, fá að smakka kínverskan mat, fylgjast með drekadansi og sjá kínverska skrautskrift, svo eitthvað sé nefnt. Kvikmyndasýningar eru þannig að við sýnum heimildarmyndir eða leiknamyndir. Það er tekið á ýmsum málefnum eins og bara pólitík eða matamenningu eða heimspeki, bara hverju sem kemur við kínverskri menningu. Einnig stendur stofnunin fyrir fyrirlestrum. Þá fáum við til okkar fyrirlesara ýmist erlendis eða innlenda. Þessi fyrirlestrar eru haldnir yfir skólaárið og eru opnir öllum. Árlega höldum við ræðukeppni sem heitir Kínversku brúin. Þetta alþjóðleg ræðukeppni og hæfileikakeppni sem að nemendur spreyta sig í kínversku
sýna hæfileika sína í söng og leik. Stofnunin hefur alla tíð lagt sig fram við að eiga samstarf við ýmsa aðila í samfélaginu sem einnig vinna að kynningu á kínverskri menningu og samskiptum landana. Þar á meðal eru kínverska sendiráðið á Íslandi, félag Kínverja á Íslandi, kínversk-íslenska viðskiptaráðið og kínversk-íslenska menningarfélagið. Hið síðastnefnda er eitt elsta starfandi vináttufélag við Kína og er það mikill heiður fyrir stofnunina. Samstarfið við stofnunina hefur verið mjög gott. Tím og Konfúsíusarstofnun hafa haldið sameiginleg málþing. Við höfum verið með sameiginlega fyrirlestra. Það má nefna að 1955 kom hingað Peking óperuhópur sem vakti gríðarlega mikla athygli. Þá heimsókn listfimleikahópsins frá Tianjin mjög eftirminnileg og árið 1980 kom hingað skemmtileg hljómsveit frá Jinan og þar á meðal var ung kona, Peng Liyuan, sem núna forsetafrú Kína, þannig að við köllum hana gamla vinkonu okkar. 冰岛大学北机关孔子学院自2008年5月成立以来，在教学、培训、传播文化、中国文化方面融入当地社会，做出了积极的贡献，发挥了重要的作用，取得很大的成绩，可喜可贺。 Konfúsíusarstofnunin Norðurljós er hluti af sterkri keðju stofnana allan heim og er stolt af því að tilheyra því neti. Eitt af því sem hefur komið mér skemmtilega óvart í þessu starfi sem forstöðumaður stofnunar er hversu stórt og mikilvægt batteri þetta er. Hanban og alla konfúsíusarstofnanir út allan heim. Man kynnist fólki frá öllum heimshornum og allir hafa þetta sama markmið. Að þróa áfram og kynna kínverska tungu og menningu í okkar löndum. Eftir því sem samskipti Íslands og Kína aukast eru aukin þörf á gagnkvæmri þekkingu þjóðana á tungumálum og menningu hvor annarar. Starfsfólk Konfúsíusarstofnunarinnar hlakkar til að takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni bjartrar framtíðar. 我在冰岛大学学习汉语。 我觉得中文很有意思。我喜欢学习汉语。我是冰岛人，你呢？我喜欢中国菜。我喜欢打篮球。我爱汉语。